Make friends if only they would understand. But even when Amumu stood upon the ledge of home, his hope would disappoint him and he would remain alone. But then the curse began to whisper in his ear. It would confirm what was Amumu's biggest fear. It pledged that never shall someone become his friend. It pledged that he shall be alone until his end. Sorrow and despair became too much to bear. Góða kvöldi, kæru áhorfendur og velkomin í Kia-deildina. Í kvöld erum við að fara að vera með mjög skemmtilega leiki. Afsakið biðina, þetta var smá erfiðleikar í stúdíóinu. En já, Ásgeir og með mér í kvöld er Rúnar. Já. Hvernig er stemmingin hérna fyrir þessum leikjum? Ég er bara mjög spennt að byrja. Já, einmitt, sömuleiðis hér. En já, við ætlum kannski bara að fara beinustu leið í að bara kynna liðin þar sem við erum búin að bíða svolítið lengi eftir því. Við fáum bara upp á skjáin hérna örstutt fyrsta lið kvöldsins. Og það er að fara að vera Fenrir. Já, og já, hérna sjáum við spilarana hjá Fenri og það eru þá Sigmar í toppakrein, Dresson í skóarmanna hlutverkinu, Gubbi Fitness í miðjuakruninu og Vélstjóri Víum og Kjötið í botnakruninni. Einmitt, og þetta er smá breyting frá svona vanalegu line-upi þar sem Sigmar er að koma í stað fyrir Vind, sem er alveg svolítið djörf breyting þar sem Vind er búin að vera aðalspilarinn hjá Fenrir. Akkurat, og það er ástæðan fyrir þessum skemmtilegum myndum sem við höfum. Einmitt, Kjötið fær aftur sitt hlutverk hérna, þar sem það er ekki til mynd af honum Sigmar okkar. En kannski við fyrir þá bara beinustuleið yfir í snákana eftir örskamma stund. Og hann eru þeir. Já, og hér höfum við Seif í toppakrein, Sósu í skóarmanna hlutverkinu, Legions í miðjuakruninu og Redside Hater og Hoys í botnakruninni. Þetta er meira og minna það sem við erum búin að vera að sjá hjá þeim. Það var MIQ mjög lengi í aðstofamannarólinu en við erum einmitt með Hoys sem er búin að gera bara algjöra miracles fyrir þetta lið. En spurningin er þá við fáum predictions strax bara fyrir einmitt hvað við höldum að viðureignin að fara. Akkurat. Ég sagði snákarnir 2-0 á móti Fenri, bara þeir seinast þegar þeir kepptu, það var akkurat öfugt, þannig núna segi ég bara, já, 2-0. Einmitt, þeir eru komin til að sigra. Ég einmitt, út af seinustu viðureign, þá hugsa ég að Fenrir eru með smá allavega sjens í þessari viðureign að ná þessu. Þeir unnuð á seinast 2-0 einmitt. Þá finnst mér ekkert mjög ólíklegt að Fenrir gæti alveg náð að vinna hérna 2-1. Ég hugsa að þeir gæti mist einn leik kannski inn í byrjun þar sem Vind er ekki að spila. Já. En hugsun er, þeir eru frekar súrir eftir Viski viðureignina þar sem Viski hreinlega stútaði Fenrir og ég hugsa að þeir vilja virkilega fara á móti þeim aftur til að sýna sig svolítið. Akkurat, það geti verið svona smá kraftur í þeim. Já. En þetta verður allavega, ég held að það sé alveg bókað að þetta sé mjög spennandi viðureign. Það er einmitt mjög spennandi hvað liðinu líka fara að velja. Ég hugsa að snákanir, þeir voru að spila alveg mjög skrítna hluti, tóku einmitt Morgana í frumskóginum. Annað svona, þeir geta spila svo mikið og fjölbreytt, það er erfitt að banna það út. Svo við þurfum bara að sjá þegar við förum í hetjuvalið eftir örskapastund. Já, nákvæmlega. Það verður bara mjög skemmtilegt að sjá og líka bara, mér er svona fyrstulega líklegt að við tökum fleiri heldur en 2 leiki. Einmitt. Þannig þá einmitt kemur svo oft fyrirlest draft uppsetningin dálítið svona að færa að skína og já, við fáum dálítið skemmtilegt hetjuval. Já, og svo eftir þennan fyrsta leik þá mun allavega sem ég hef heyrt þá er Vind að fara að koma í þessa viðureign eftir þá.
Ég finnst nefnilega Sigmar svolítið skringilegt val í þetta, hann er vanalega aðstoðmaður. Einmitt. Það er smá breyting að vera upp í svo toppakreina móti einhverjum eins og Seif. Kannski ekkert eitthvað besta byrjun í toppakreina að vera mótunum. Nei, ekki alveg. Það er spurning hvort að þá komi einhverju svona skrýtnar topphetjur inn í spili. Maður hefur séð alveg alls konar, ég meina oft fara svona þessar stöðningshetjur í topplein og svona erum við svona smá svona flip. Já, ég skrifaði þetta niður, hann virðist vera að spila svolítið Klett. Það er eitthvað sem maður sér ekki mjög mikið oft, en við erum að fara beinustu leið í hetjuval. Já. Svo, hvað er eitthvað svona fyrsta val hérna sem þeir ætti að taka hérna hjá Fenrir? Það er góð spurning. Það fer dálítið kannski eftir því líka hvert þeir eru að horfa og það er líka alltaf svona spurning með jafnvægi á milli svona meta og hvað svona ákveðni spilarar vilja spila. Einmitt. Sjáum hérna svolítið svona hvað sem er óhefbundi fyrsta bann hérna í Brand sem er einmitt bara beint einmitt á Sósu sem er búin að vera að spila svolítið af þessum skrýtnu frumskói hetjum. Já, einmitt og móti kemur hérna Lulu bann og svo inn í Veigar bann á móti Legions. Bannaði mitt svolítið að þessum svona óþælu hetjum af kjötinu sem er alveg þekktur fyrir að spila til dæmis Lulu. Ég held að það er alltaf bannað Lulu á mótunum því að hann mun örugglega spila það. Já, og Lulu getur verið mjög óþolandi að spila á móti. Ég hugsaði mitt að já, botnagræni vill örugglega ekkert vel lenda á móti einhverju polymorfi. En mér finnst einkennilegt Veigarbannið líka, það er eitthvað sem ég hef ekki séð vera bannað á móti snákurum, svo sjáum til hvað gerist hérna. Já. En mér finnst líka, þetta meikar líka alveg sens að taka út eitthvað svona sem þér finnst bara svona leiðilegt að spila á móti sem lið sem þú veist að hitt liðið tekur kannski. Já, einmitt. Bara svona útiloka það alveg bara og þú veist Veigar er mjög sterkur í metaðinu núna og óþolandi. Taka hérna Ambessu af Fenrir sem hafa verið að taka það einmitt sem svona flex fyrsta val. Það er þegar Vind er að spila hvort að, já, kannski voru ekki miskilningur fyrir draft hvort að Vind var að spila eða ekki og þess vegna er Ambessa bannað hérna en það er eitthvað sem Dresson einmitt hefur verið að spila í frumskóginum. Já, og við fáum Kokuma first pick fyrir Fenrir, það er mjög djarft. Já, þetta er einmitt sem snákarnir first pickuðu á mánudaginn á móti Cool Beans team sem fyrsta val. Þetta er líklega þá, þetta getur farið þetta í botnagrinna, en þetta var spila mitt. Já, ok, ég held að Vélstjóri Víum sé að taka þessa Kokuma, en já, mjög djarft, þetta er mjög veikur, mjög veik hetja, mjög auðvelt bara að, þú veist, gera bara allt tímkompið á móti Kokuma og þá er hann bara, þú veist, algjörlega tilgangslaus. Sjáum að tóna Ash hérna sem svar þá líklega, þeir eru kannski að búast við þeim eins og þú sagðir að þetta er vélstjórn hérna á Kokmaðinum. Taka einhvað svona pók á mótunum. Já, mér finnst það líklegast. Klassíst, Serafín hérna parað með, þetta er bara, maður er búin að sjá þetta mjög oft. Gott kombo, Serafína er að prokka rútið sitt á slóunennar Ash, þannig þetta er bara rosa heavy poke og CC hérna í botnagarninni hjá snákunum. Einmitt. Hvort þið taka Míljó, þá er ég virkilega gruna að þetta er einmitt bara Kogma, Míljó hérna. Já, algjörlega. Þú vilt hafa svona enchanter með Kogma til að passa upp á þessa viðkvæmu litlu skepnu. Það er alltaf bara að fara alla leiðina í það einmitt að passa upp á greið Kogma. Já. Svolítið svona protect vélstjórn hérna, eða verndum vélstjóran. Já. Það er mikilvægur partur af skipinu. Einmitt. Og það er spurning, já, þetta er þá líklegast Shen í junglinu, þannig það er spurning hvort við fáum eitthvað gott jungle svar. Já, náttúrulega er Nidalee. Þetta er skemmtilegt val hérna fyrir Sósu að er svona, búinn að spila Nidalee, er oftast á einhverjum svona AP hetjum einmitt í frumskóginum, svo þetta passa bara mjög vel. Já, og Nidalee líka bara, þú veist, ef hún nær að spila, einmitt, sem er ekki bókað, þá er hún einmitt mjög góð líka í svona að drepa einhverja eina ákveðna hetju eins
eins og Kogma. Heyrðist að hann, Sosa var að spamma solo-queue-leiki, tók einhverja 11 leiki í gæri eða eitthvað, svo hann allavega mjög svona heitur á lyklaborðinu fyrir þessa viðureign. Svo ég hugsa að Nidalee, það einmitt eitthvað sem þú þarft að vera svolítið lepur á músinni og lyklunum, sko. Já, algjörlega. Við sjáum LeBlanc bann beint bara að Legions og svo Galio Gnar. Já, það dálítið verið að setja augun á miðjuakrina, en hún ekki valin núna. Já, hugsanlega Cassante beint á save, þægilegt, svona aggressífur tank til að vera hérna. Já, og svona gott að hafa hann í, þú veist, á móti Shen og hafa svona eitthvað svona dálítið tanki í brúsesvar. Sjáum svo Mel vera valin hérna, ekki oft sem við erum búin að sjá Mel upp á síðkastið, en ég held svona einhver patch þá fékk hún einhver buffs og ég mitt hann kleddinn sem Sigmar að fara að spila. Þetta eitt af einu hetjurum sem ég búin að sjá hann á í solo queue í toppakkerinn. Svo þannig að hann fær að spila hann núna, en svo mun hann ekki geta gert það aftur, þannig að það er spurning hvað gerist þá. En við fáum Jónei sem seinasta hetjan hjá snákunum. Mjög fallegt val hérna. Legions þekktur fyrir að vera mjög aggressífur spilari. Hann sér einmitt þessa Mel bara og hugsar Jónei bara fullkomið svar hérna. En við ætlum bara beinustu leiðin í leikinn. Já. Sjáum hérna að liðir að raða sér upp. Já, það verður dálítið spennandi að sjá hvernig liðin ákveða að spila þetta. Sérstaklega hérna, liðið hjá Fenrir mjög svona late game. Vilja kannski dálítið svona spila, kannski svona aðeins hægari leik. En hérna, já, en teamkompið hjá snákunum þau eru með aðeins meiri svona kraft í svona early og mid, finnst mér allavega svona oftast, en það náttúrulega til undantekningar á öllu. Sjáum þetta byrjun Sosa vera fundin hérna. Ætlaði eitthvað að prakrast, kemst ekki upp með það. Já, en við sjáum að skógarmennir eru að byrja sikkurum megin í skóginum. Það að segja að Sosa að byrja svona botn megin og svona kannski að horfa meira á miðjuna og í topp agrínina, og meðan Shenna ætlaði kannski að einbytta sér svolítið að botn agríninni sinni. Einmitt, við erum að sjá speglað mapp hjá skógarmennunum. Sjá kjötið hérna kannski sem að vanda að taka svolítið mikið skaða frá Hóis. Vélstjóri við og kjötið aðeins í erfiðleikum hérna í byrjun leiks. Já, og Redside heitir og Hóis að setja svona dálítinn þrýsting á vélstjóri við og kjötið sem má búast við. Þetta mjög svona, það rækt Ash og Serafin ætti að vera mjög sterkar í agrinninni á meðan, já. Við erum ekki svona að koma inn aðeins hérna, en það er verið að slást hérna í miðjaugruninu. Ég var hérna að reyna að hafna þessum fallbyssu skósvein hérna sem hann náði ekki alveg að gera og Gubbi náði honum og að spila þetta mjög vel. Það kemur mjög flott tölva frá Gubba hérna. Legions svolítið í erfiðleikum. En býtu, Driesson hérna var að veita og einmitt Driesson þurfti að leiftra sér í burtu. Komin hérna, búinn að taka rauða buffið og ég bara að spila þessa Nidalee mjög vel. Já, við spila mjög svona aggressíft og það er svona spurning að hversu miklu leyti þeir vita það. Gæti verið smá vanda, hann kemur spjót sem hann nær rétt svo að svífa framhjá. Redside og Hóis virkilega vilja reyna að náðum hérna. Hóis ekki með neitt mana samt í boði, en það hlýtur að koma hérna dífa. Kjötið gæti verið vanda að híl nota, það er að nota leiftrið, en þá lífi rétt svo og vel spila. Ætlar að halda áfram. Þetta er ekki búið. Það er að passa sig.
Kjötið erfitt að komast fram hjá þessu Sosa með fyrsta blóð leiksins. Og hann er langt Hann er ekki búinn! Þetta er mjög döður vélstjóri og hann þarf að hlaupa beinustileið að minjunum. Meðan sjáum við Dresson og Gubba. Kannski reyna að gera eitthvað við Legions hérna. Hann er ekki með tonti, hlýtur að vera nóg. Er rútið á Gubbi Fitness. Legions. Já. Spennandi byrjun hérna. Legions sparaði flassið sitt, þannig að hann er með það uppi fyrir næsta bardaga. En allavega mjög óbærilegur köttur hérna hjá snákanum. Sosa virkilega að stjórna leiknum eins og er. Alveg láta Dresson í vonda stöðu. Og allir þurfa að passa sig svolítið á einmitt 2-0 Nittali hérna á 4 mínútum. Já. Ekki sem við vilt sjá. Nei, en hann er ekki ennþá búinn að beisa. Þannig það er spurning hversu lengi hann ætlar að hérna vera á kortinu eða hvort hann tekur beisa eftir þetta kamp. Mitt. Það er Legions að spila hérna upp á þriðja kúið sitt mjög vel með að ráðast á einhverjar hænur í skóginum. En er í svolítið erfiðleikum melli mitt eitt af þessum hetjum sem er óþolandi að vera á móti. En er komið úr núna. Já, hún heldur sér mjög öruggri og á líka auðvelt að lenda kúið á svona melee hetjur. Sigmar gæti verið í smá vanda. Komin af Skarl. Ætti ekki að vera í dráphættu samt hérna. Ja, hann komin núna samt í dráphættu, bara einmitt því ég staði þetta. Þarf virkilega að reyna að gera eitthvað flott leiftur. En samt ekki komin á Skarl, þar eitt auto en Seifur getur spilað þetta vel með því að henda hann upp í loftið. Og Sigmar fellir niður. Já, hann var aðeins oft djarfur þarna en núna eru liðin að horfa á þennan dreka. Virðist ekki vera sem að Fenrir ætli að skora á Sosu hérna, en hún fær bara að taka eld hérna í friði. Einmitt. Redside, Heider og Hoys eru svolítið að stjórna botnagrinn eins og er og getur enginn hjálpað hjá Fenrir. Nei, og það er strax komið 15 skósveina munur hjá botnhetjunum. Já, og einmitt. Asperið að hamra á turninum þar að auki. Fyrir var ég að missa af Legions að deyja? Ég held það. Legions dó. Ég held að þetta var solo-kill. Eða hvað? Já, vel gert Gubbi Fitness. Taka niður Legions off screen. Hægt og rólega hérna. Núna getur þið verið í vandað samt þar sem hann kjötið orðin mjög lág. Redside Heider er að gera riska. Hann er svo stór skjöldur. En Sosa er mætt. Vélstjóri leiftar sér inn. Og Dresson er mættur með últinu sínu. En er núna rótfestur. Sosa er núna að halda áfram með kjötið. Nær ekki að geta það. Og Dresson er í núna 1-3 hérna. Þar sem kjötið getur ekki gert mikið nema að horfa á. Og það Dresson fellur niður á móti Redside Heider. Virkilega vel spilað hjá snákunum hérna. Botnagrinin hjá Fenrir steig svona aðeins of langt upp og vélstjórinn reyndi að ná drápi með því að lyfta sér áfram en það bara tókst því miður ekki hjá honum. Þetta er orðið, já, mjög fett köttur hérna. 3-0 og Protobelt komið í hús. Já, hún er mjög okkvæðileg núna og já, getur algjörlega bara slegist við hvert sem er með... Sigmar aftur í smá vanda er með passivið uppi en þarf að passa sig. Seifur með ult í boði. Já, og Sigmar er ekki með flash uppi en Seifur er það vissulega. Spurning hvort að Sosa hvort það verður reynd að towerdæfa eða hvort að Sosa ætli bara að taka niður skellrúnu hérna. Sýnist bara, jú, eða maðkana. Maðkana. Skellrún ennþá í djúpum dvala, Sosa hoppar á maðkana, Legions komið til að hjálpa ef þörfir á. Eða kannski bara éta smá vöxt.
Já, líklega ekki þörf á því. Fenrir í yngri stöðu til þess að svara þessu. Og lítið sem þeir fá í staðinn hinum megin á kortinu þar sem það ekkert í gangi þar. Gubbi getur verið smá vanda, þarf að nota exhaustið sitt þannig að ég búinn að ult nota hjá Legions. Já, en í þessari miðjuakrein þá myndi ég frekar vera Legions heldur en Mel með half HP. Sosa getur verið smá vanda en að næri mitt að taka úlfana og ætla bara að hlaupa í burtu en það einn mjög stór klett á leiðinni þar sem hann ætlar að reyna að elta, hann hoppar hann yfir vegginn. Sosa gæti verið náður hérna, hendið tilbaka, Gubbi að reyna að hjálpa hérna á hliðarlínunni á meðan Redside heitir að hafa tvífellingu í botnakrein og loksins dettur þessi köttur niður. En fyrir hvað? Vélstjóri kjötið, báðir fallnir. Já, og núna þessi Ashe að verða virkilega sterk, virkilega rík. Það var að safna hana platings eftir að fá þessi kill. Seifur ætlaði svo að bara henda sér á báða hérna. Legions hérna ekki með ult, samt með leiftur í boði. Gubbi þarf að halda honum í burtu. Þeir sem bara að reyna að komast hérna á save. 3-2 í vondri stöðina, mikið af CC í boði frá Seifi, hann kemur ultið, notað, Gubbi Fitness, það sann sjenn ult á honum, Seifur gæti verið í vondri stöðu, en að ná svo mikið lífið tilbaka, nú Legions 1-2, nær takar niður Gubba Fitness, hendur báði upp í lofti og Sosa mætt sem þýðir, þetta gæti verið tvífelling, handa snákonum. Dreson labbar í burtu, til að halda þessu lífi. Ætli svo finna hann. Nefnir spjót. Kemur spjótið. Dreson núna bara að bíða. Einmitt. Það erfitt að lappa í burtu frá þessu spjóti. Maður sér það bara koma hægt og róli í áttina manni og það er leiðilegt. Já, erfitt og ég held að jafnvel ef hann hefði náð að stíga í burtu frá því þá hefði svo bara stokkið á hann. Einmitt. En það núna komin svolítið stór gullmunur við erum að horfa á. Og Ashe með Krakenslayer, þú vilt ekki leyfa henni að koma of nálægt þér. Einmitt, vélstjórn kjötið að passa sig. Þeir eru svolítið eftir á ígulli eins og og mikið af liðinu. Og einhvern veginn Legions 0-2 upp í 2-2 og að vinna í skósveinunum eins og Já. Það það sem svona dálítið skemmtilegt við Jóney að þótt að kannski lítið dálítið illa út fyrir hann stundum þá hann ótrúlega góður í bara að fá healthið sitt aftur og bara gera ótrúlega mikið damage. Þetta að fara í borg hérna svo þetta verður þægilegt setja mér. En núna setjum dregin að vera tekin af snákanum. Sosa svolítið uncontested eins og og ekki hægt að berjast mikið við hann. Nei, og meira sér bara til öryggis að draga dregan aðeins út en Shen getur ekkert gert í þessu þannig að hann bara felur sig inn í sínum eigin skói á meðan. Mér finnst það mjög einkennilegt Shen pick. Ég að sjá Dreson á vanlega aðeins aggressífri hetjum en hann svolítið að vera í vandamálu með mitt Nidalee-na. Já. En mun náttúrulega offera svolítið mikið í value setna meir. Núna getur Sigma verið bara dottið niður, leiftur notað. Eitt át á enn. Skemmtilega við kledd. Að halda sér á lífi eins og en þetta langur bardagi, úff. Var einmitt ennþá með Sosa taka hann í vélstjórun hérna. Það geti verið vont. Kjötið núna berjast við á. Núna kemur býtu Dreson mættur til að reyna að halda kjötinu á lífi. En þetta getur verið mjög erfitt fyrir Dreson að þessi turnin bara farin. Hlýtur að komast í burtu. Var með fullt líf til að byrja með. Já, hann nógu mikill skriðdreki til að lifa þetta af. En Ashe búinn að fá að gera mikinn skaða við þennan turn og mikinn skaða við botnagreinina hjá Fenri. Þetta bara erfið staða. Það komin 7000 kall í gullmun á 13. mínútu sem í raun bara skelving hérna. Og sjáum hérna hvar dreifingin Það svolítið mikið á Sosu og Redside heitir en
Já, og það er svona fyrir utan Gubbi Fitness á eitthvað svona sjans á að koma dálítið aftur inn í leikin er alveg þokkalega fett með 3 kills en það er ekki, hetjunar hjá Fenrir eiga samt svona dálítið erfitt með einhvern veginn að koma sjálfum sér mjög langt áfram en Vélstjóri getur verið í smá vanda hérna. Já, Dríason er hérna á leiðinni en það er mjög erfitt þar sem hann er svolítið bara að hrynja hægt og róla últar hérna til að ná honum og núna er Hoist komin hérna til að hjálpa Dríasinni hérna, hjálpa Legions hérna en Dríason ætla bara að reyna að hörfa mér sýnist að ná últ notað sem þýðir neip, það var ekki boði og Legions tekur hann niður. Já, mjög bara snirtilega spilað hérna hjá snákunum og eru komnið með algjörastjórn yfir botnhliðinu á þessu korti. Þetta er bara Gubbi á móti heimnum hérna, hann er rótfest Red Set Hater en Seifur komin í baklínu sem þýðir að það er Gubbi sem er að fara að tekja niður af Sósu. Og hérna er Sigmar mættur. Getur ekki gert neitt rosalega mikið, bara komið niður á hálft HP strax. Staðan er vond hérna. Þurfa að gefa annan turn á meðan er Legions að bara hlaupa niður vélstjóran og Dríason nær ekki svona mæta á svæðið. Nei, þetta er mjög vond fyrir Fenrir í augnablikinu. Lítið sem þeir geta gert. Þurfa eiginlega bara svona að bíða eftir að einhver í snákunum svona stíi einhver svona vitlaust inn á móti allt og mörgum en eins og þá eru þeir að spila mjög vel saman til að passa að það nákvæmlega gerist ekki. Gullmunurinn er byrjaður að líta mjög mikið eins og þegar Viski vann Fenrir þar sem það var, fór upp í 20.000 gullmun á einhverju 25 mínútu. Nú er það komið upp í 10.000. Já, spurning hvort þetta vekir svona slæmar minningar hjá Fenri. Þannig að myndi ég hugsa það þar sem við erum að sjá Sigmar og vélstjórun hérna. Reyna að taka save niður hægt og rólega sem ég sýnist, tekst ekki út af leiftrinu. Já, heldur sér á lífi en notaði þarna mig á. Nei, ætlar ekki að gera neitt meira, en bara svona aðeins að stríða þarna. Held að hann viti líka alveg að hann er level 13, hann er ekki í neittni sérstakri hættu frá level 9 Kog'Maw. Nei, það er 0-6 level 9 Kog'Mawinn er ekki að fara að gera sitt besta allavega eins og er. Við þurfum aðeins að bíða og sjá Dríason og Gubbi náum í tauntunni hérna en það er smá í Gubba sem nær að rótfesta þann Legions hérna er að gera einhver skada en Sósa er hérna hliðar línunni, þurfa að passa sig þar sem Red Set Hater líka mæta og Hoist. Þeir eru allir komnir á svæðið, leiftur nota hjá Gubba en hann kemur ult sem hittir engan og snúið er að kjötinu. Þetta er erfið staða. Já, Gubbi Fitness er enn á lífi sem er rosalega mikilvægt fyrir Fenri. Vel spilað hérna hjá Gubba Fitness sem nær hérna shutdown á Red Set Hater. Últið gerir alveg ótrúlega skada. Já, virkilega bara þekkir greinilega championin sinn mjög vel vissi að þetta væri nóg til að drepa svona litla Ash. Mjög gott fyrir Fenrir hérna en þeir eru mitt reiða sig algjörlega á Gubba Fitness í augnablikinu til að eiga sens í þessum leik. Ef hann fellur í teymisbardagunum þá er staðan vond handa Fenrir. En við erum að sjá Sigmar berjast við Seif sem er svolítið sama sagan enn og aftur þar sem Sigmar er að fara að detta af skall eftir smá. Dríason og kjötið eru sem mættir og enginn er nálægt til að hjálpa Seifi. Það þýðir, þetta var mjög flott beit hjá Sigmari. Hann er að halda sér lífi ótrúlega lengi samt en fellur á endanum og Gubbi Fitness fær killið enn og aftur. Þeir í raun mistu ekkert fyrir að koma allir að taka niður Seif þar sem restin af liðinu hjá Seifi voru að resetta.
Já, vissulega eftir að hafa tekið drega sem svona smá vont, en Þetta núna samt að fara að vera sigmar á móti heiminum þar sem það eru allir hérna sama staðan og að fyrir save rétt áður fyrr. já, og núna taka þeir Skellrúnu og hafa þar með bara tekið, 5 objectives af Fenrir. Shieldbóið notaði hérna hjá Legions. Já. Við næstum að taka niður hérna. Já, 600 gull shutdown á Legions, þannig það væri mjög dýrmætt ef Fenrir gæti náð því. Svona, í fullkomnum heimi á velstra víum, en mér finnst það svona smá hæpið. Hann gerir mjög lítinn skaða eins og en það ekkert út úr sögunni. Allt enda í boði, það 30 sekundur í Baron eins og sem svona næsta stóra objective. Já. Nákvæmlega geta reynt að krækja sér í. Algjörlega, og eru með wards allstar í top junglinu hjá Fenrir, þannig það væri bara mjög auðvelt fyrir þá að taka Baron þegar hann mætir. Legions finnst vera Hann búinn að ná Gubba Fitness niður í half HP, þannig það mjög óþægilegt núna fyrir Gubba Fitness að spila og mitt að taka base kannski? Nei, hætti við. Sjáum við eru núna bara að reyna að halda hemlaturnunum á lífi þar sem þeir eru hérna að herja á þá. Tont komið hérna ekki að kjöti nær að henda hann upp í loftið en hann hoppa bara yfir vegginu og meðan turn að falla. Og þetta bara orðin mjög erfið staða fyrir Fenrir. Eina sem þeir geta vonast fyrir að næla sér í einhver shutdowns en gullmunurinn alveg 13.000 eins og þetta virkilega að minna á seinustu viðureignina hérna hjá Fenrir á móti Viski. Það sem það var mjög vond staða. Já, þetta orðin virkilega erfiður leikur hérna fyrir Fenrir. Það spurning hvort að snákarnir taki base og reynir svo bara að þvinga einhvers konar end eða að minnstakosti hemlatöku. Þannig að fara að vera herjað á turnanina eftir smá stund. Dresun rosalega ofalega inn í hérna junglinu en náðan blúinu. Það var ekki, nei, það bara var náðunum, stönnar og núna hann að fara að vera svolítið lengi hérna. Notað hérna beltið en það ekki nóg til að halda hann á lífi. Og meðan var Seifur að taka niður Sigmar sem hentur beinustu leið inn í Seif og hann tekið niður á Sósu með fallegu spjóti. Gubbinn á næsta listanum, eini maðurinn sem að halda sig uppi og gæti þetta lent í 5 bellingu hérna fyrir Sósu. Virkilega vil ekki að ná því, að reyna að ná aðeins meira, hann að nota Redsat heitir nær að taka niður vélstjóra víum á meðan lítið sér að taka niður miðjuturnin sem þýðir að þetta gæti verið leikur. Mikun runar það, skósrunarnir eru að mæta í hús tilbúnir til þess að fella Nexus-hennina. Þarna kemur Skellrún eitthvað að snúa sér hringi og ætlar ekki einu sinni að fara í þennan turn, ætlar að henda sér í annan hring og klessa á vegginn. Fallega spilað hjá Skellrúnu á meðan snákanir eru að taka niður alla von sem Fenrir höfðu í þessum leik. Skellrún hendir sér í annan turn án efa og Legions ætlar að reyna að hoppa á Gubba í eitt annað skipti og reyna að taka niður. Við sjáum hérna Nexusið falla hægt og rólega og snákanir taka leik 1. Þetta var alveg mjög vel spilað hjá snákunum. Virkilega vel spilað, bara nýttu styrkleikana sína rosalega vel og hérna sérstaklega bara á móti hvernig liðið hjá Fenrir var sett upp og já, bara ótrúlega vel gert hjá þeim. Það svolítið vont einmitt að sjá Fenrir tapa svona gríðarlega aftur þar sem þeir eru búin að sýna sig sem alveg topp 3 lið og svo lenda þeir í einmitt svona stöðu sem bara bara sárt að sjá það. En ef við horfum til MVP leiksins, hvað þitt val?
Ég held að verða að vera Sosa. Ég sammála þar, þessi Nittali var mjög flott. Talar einmitt að það er mjög vont að vera á móti í Nittali sem er að spila Nittali Já, vel. já, nákvæmlega og bara spilaði rosalega vel á móti liðinu hjá Fenri. Kogma var algjörlega miðjupunkturinn í bara uppsetninginu þeirra og hún var bara mætt strax til þess að taka niður og halda honum niðri. Einmitt. En við erum þá að fara í örstuttar auglýsingar, ekki fara langt. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfið Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Býttu hann að skipta akrein?
Við sjáum smá skemmtilegir erfiðleikar í dag en við erum núna að fara í leik númer 2. Hvernig heldurðu að þessi leikur að fara? Það mjög spennandi en mikilvægar hetjur voru valdar í burtu eins og þessi Kog'Maw sem, já, nú bara má ekkert spila meira þannig það spurning hvernig liðin svona raða hetjunum sínum og svona raða forganginum. Einmitt, við erum ekki komið með hverjir að spila á hvaða hlið eins og en við vitum að Vind, hetjan sjálfur að koma inn og sigmar út. Nákvæmlega, sem mér finnst líka bara svona ekstra spennandi út af uppsetningunni en núna gæti bannfeysi breyst dálítið sem gerist svona venjulega ekki oftast að bara vera að banna alltaf nokkulega sömu tjampinu en núna komið nýr spilarinn spurning hvort að hann sé að herra á forgangslistanum yfir hetjum til að banna. Ég veit, hérna sjáum við Vind komin inn í line-upið, mjög fallegt hérna, sjáum við alla strákana. En já, hann búinn að vera lykilmaður fyrir Fenrir, svo þetta að fara að breyta held ég hvernig leikurinn fór. Vanalega það einmitt hann sem að halda leiknum uppi, var engin Vind, svo það að fara að vera allt önnur svona, já, staða held ég. Akkurat, í seinasta leik þá var einmitt svona fókusinn dálítið á þessum Kog'Maw á Vélstjóravíum og hann var svona dálítið aðal í allavega svona hvernig hetjuvalið var sett upp. Já. Svona í byrjun bara svona þetta lítið dálítið út eins og svona Kog'Maw svona lið í rauninni, bara svona á allir einhvern veginn svona smá stiðjan. Gubbi Fitness var svo bara eina manneskjan sem var að halda liðinu uppi, var mjög sterkur, spilaði ótrúlega vel. En liðið svona sjálft var dálítið, já, bara svona snerist dálítið í kringum Kog'Maw og svo var hann bara tekin út úr leiknum af Sósu. Já, þannig það gekk ekki alveg fyrir þá. Sósa einmitt klárlega svolítið bara tók hann úr leiknum með því að bara byrja toppliðinni og svo fara inn í skóginn hjá Dresinni, taka rauðabuffið og krípurnar held ég að heita, og bara... Já, litlu hnullungana. Já. Kryppurnar, langt sinn. Litlu grjótin. Já, litlu grjótin. Og svo bara henti hann sér undir turninn og tók niður einmitt vélstjóran. Já, og þegar hann var ekki þarna þá var þetta bara Asu Serafín að kasta, galdröm í andlutina og það bara, þú veist, þeir gátt ekki gert neitt í því og... Já, þetta erfitt, svona erfið akrinni mitt fyrir Kog'Maw til að byrja með að vera mótið þessu. Svo þegar það gefið þeim smá svona gull í vasan til að byrja með út af Sósu einmitt, þá þetta bara komið eða úr böndunum hjá þeim. Nákvæmlega, þannig það verður mjög gaman að sjá hvar svona forgangsröðunin verður, sérstaklega svona aðalega kannski fyrir Fenri og hvernig þeir dreifa styrkleikanum sínum. Kannski fáum við þá meiri svona carry champ einmitt á Vind og þá líka á Gubba Fitness og á Vélstjóravíum og þá verður þeir með svona jafnari styrkleikadreifingu sem hjálpar þeim örugglega mjög mikið. Ég hugsa líka að Dreson, Shennin var ekki alveg að gera sig, sérstaklega því að finnst þess að Dreson svolítið svona, hann að reyna að gera fullt af einhverjum plays og svolítið, svo hann var ekki að ná því út að Sósa var einhvern veginn bara alltaf skrefi á undan. Svo hvort hann velur eitthvað annað, það spurningin. Hann alveg þekktur til að vera aðeins aggressífur í hetju. Væ til dæmis eitthvað sem hann spila mjög mikið í solo queue. Einmitt, og Væ ennþá opinn. Ég einmitt svona áður en Nidalee var valinn, þá einmitt hélt ég eiginlega að Væ yrði bara pikkuð til þess að halda þessum Kog'Maw alveg í jörðinni, en ég menna Nidalee gerði það náttúrulega svo líka. Einmitt, svo mikið að sé til að setja upp. Þessi spjót voru alltaf að hitta, kannski skipti ekki máli eða voru rútið eða eitthvað, en það hjálpa allan mjög mikið að hafa Ash hérna, hafa Serafín hérna, Jón nokka við Cassandra. Þetta mjög erfitt að ekki hitta spjótunum í raun, en ég ekki að taka það frá Sósu. Þetta var mjög vel spilað Nidalee. Já, bara bæði svona á makró og mikró skalanum, bara var að hreyfa sig mjög vel á kortinu og já, var svo að hitta spjótunum sínum. Já, ég hugsaði mitt eitthvað annað sem svona hann spilar einmitt Morgana. Það eitthvað að þessum hetjum sem með Q sem hann verður að hitta til að geta spila leikinn. Hann spilaði Morgana í frumskóginum í seinustu seríu
hugsun hvort að Morgana að fara að birta sérna í draftinu. Það væri mjög fyndið að sjá allavega hana. Það stóð Mjög sér svona mjög vel allavega seinast. óvenjuleg hetja, já, en bara svona, það væri gaman að sjá það samt. Er opið, svo við þurfum bara að bíða og sjá hvað liðin gera hérna. Ég var eiginlega bara að búast við að það væri bannað Morgönu frá Fenrir, sem gerðist ekki, að banna Brand í staðinn. Líka hetja sem, Sósa getur alveg virkilega spilað. Já, sko, ég skilst það af þessu leiti allavega ef ég þyrst að velja að spila móti einhverjum sem bara, þú veist, jafnvel að manneskjan jafn góð á báðum hetjum, ég myndi frekar velja spila móti Morgönu. Já, Brand svona leiðinlegur. Það er einhvern veginn svona, það er mjög vont að vera hittur á einhverju og svo lappar í burtu og eftir 10 sekundur deyrðu. Það er svolítið hvernig Brand og líka bara, þú veist, þú ert hittur á einhverju eða kannski bara ekki, en svo er bara einhver annar í liðinu sem hittur á einhverju og þá ert þú hittur á einhverju og þú ert að reyna að hlaupa í burtu og svo ertu bara eitthvað svona hoppar á milli og svo bara kveiknar í þér og þú deyrð bara og þú ert bara, hvað meinar? Ég ætla að banna þetta alltaf í Arena, en ég hugsa að þeir halda áfram að banna Brandinn. Bönnin hjá Fenrir hljóta eða vera bara alveg eins í byrjun allavega. Það var Brand tekin út, svo hreinlega man ég ekki hinn 2, en það var LeBlanc tekin og... Það var LeBlanc og það var Telia og það var Brand og svo tóku þeir Veigar. Já, Veigar, það var svona áhugavert, eitthvað sem ég var alveg til í að sjá komast í gegn. Og Nautilus. Já, vel gert, ég var ekki að fara að buna þetta. Þetta var alveg svona, mér var skrítið að Veigar var bannaður mitt. Hvort þeir halda fram að bannan, er Legions að spila fullt af Veigar? Ég bara veit það ekki. Er kannski Redside Hater að spila Veigar í botnakrinni? Já, það er góð spurning. Allavega sá það ekki. Og ég líka, ég sé það alveg fyrir mér að hann getur tekið það, en ég hugsa að þetta verður bara bannað. En með vind að koma inn, þá er spurningin hvort að þeir haldur áfram að banna Mbessuna. Já, það er mjög líklegt, en það er spurning hvort að einhver af þessum support-bönnum fari og verði skipt út fyrir sérstaklega bann á móti Wind. Já, ég hugsa það var svolítið mikið að targeta kjötið. Það var Lulu, það var Nami tekið út bara og svo, ég veit ekki hvort þeir muni að banna Nami kannski endilega áfram, en þeir hafa alveg verið að taka allir með svo Nami Lucian, félagstjórinn og kjötið og eitthvað sem kannski bara snákanir vilja ekki lenda á móti til að hafa, þetta er svolítið aggressivist, svolítið aðeins öðru sér frá mitt Kogma og Miljónu. Já, akkurat öfugt í rauninni, en það er samt líka spurning hvort að þau bara hleypi hverju sem er í gegn hjá botnagrinni fyrir Fenri og taka þá í rauninni meira svona svar aftur á móti. Það er náttúrulega líka alltaf hægt bara svona hleypa ykkur í gegn og bara ok, þá bara svörum við því svona og bara eyðileggjum alla ykkar von og drauma. Já, þetta fer náttúrulega mjög mikið eftir, er það að fara að vera Fenrir á bláu hliðinu aftur. Þeir völdu það held ég seinast, ef ég man rétt, já, Fenrir völdu bláu hliðina, hvort er þetta að velja aftur að vera blue side. Ég hugsa kannski, en það er svolítið svona, já, þá vilja það kannski Mbessuna. Þeir sáu samt að snákanir tilbúinir að banna bara Mbessu í burtu. Svo eyðilegur kannski svolítið planið þetta fyrir bláu hliðina hjá Fenrir. Ef þið taka rauðu þá hafa þeir allavega counter valið handa til dæmis Vind. Akkurat, sem gæti verið bara rosalega stórt, en við erum loksins komin í draft. Þetta verður spennandi að sjá hvort að þetta breytist eitthvað. Bönnin eins og haldast þau ágætlega eins. Byrjum allavega eins með þessum Nautilus. Spurning hvort að snákarnir breyti núna fyrst að Wind er komin í staðinn fyrir Sigmar. Já, ég hugsa allavega að vera allavega svolítið varkári við að Mbessa hlýtur eða að vera tekin út hvort það er strax eða ekki. Lulu, einmitt. Byrjum allavega eins. Ef þeir breyti einhverju þá, já, eins og þú sagðir, finnst mér líklegast að þeir breyti Nami í pekinu. Já, það er svona eitthvað sem hugsanlega geta alveg spilað inn í hvort það kemur Veigar hérna aftur.
Já, nei. Þetta, Ok. kannski einhver ósk frá Vind, ekki Sion í hinu liðinu, takk fyrir. Já, Og það bara tekið mitt Sion í burtu. Þá að fara að vera annarkort Veikar, ég held að Veikar að fara að komast í gegn, ég veit ekki af hverju þeir bönnuðu alltaf að byrja með, ég ekki búin að sjá Veikar valinn í deildinni eins og svo kannski hleypar eitthvað í gegn að því, nei, ok, Nami. ok. Þannig snákarnir halda kannski sínum bönnum eins, en já, kannski Wind að hafa smá áhrif á bannfeysið hérna hjá Fenri. Spurning hvað kemur. Hugsanlega það að fara að vera ekki Veikar, það var hitt, man ekki hvað það var. Brand. Já, Brand, nei, ok, allt annað. Ok, Viktor bara. Líka bara einn mjög sterk hetja, sérstaklega í höndum eins og höndunum hans Legions. Mitt, svona skemmtilegt, ég hefði ekki haldið að Legions eitthvað að spila Viktor, hann svolítið í svona gömlu töktunum sínum, Asir, Ræs og já, LeBlanc og Kassadin og eitthvað þannig. Viktor klárlega sterkur og hefur verið það lengi, vilja bara ekki vera á móti. Sion líka svolítið svona bara gott meta pick. Algjörlega. Og núna Fenrir með first pick. Og hvað velja núna? Ok. Fyrsta val Orianna. Svona hugsanlega að bara, já, taka eitthvað þægilegt. Já, og bara, ég meina, Gubbi Fitness var að spila rúslega vel í sinsta leik og bara, setja svona smá áherslu á hann núna, gefa honum bara mjög góðan og sterkan champion. Ok, Korki tekin af vélstjóra Víum allavega þar sem þetta hetja sem hann spilar alveg ágætlega mikið. Já. Svo bara taka þetta á honum. Það spurning hvert hann fer, sko, hann svona smá flex, hvort hann fari í miðjuna eða í botnagreinina, þótt hann sé oftast tekin í botnagreinina. Hugsanlega hann að fara í botnagreinina þar sem við erum með körmu til að para með honum, smá svona aggressíft val allavega, gott pot. Hvort að Fenrir velur þá bara hérna skittuna sína og aðstofamann. Það geti vel verið, hvað viltu svara ef þú ert að spila á móti Korki, Karma, ok, Nocturne bara. Já. Nocturne á Drésson hugsanlega, ég myndi ekki vilja að fá hann Nocturne neitt annað. Ágætlega sterk hetja, við erum búin að sjá Nocturne vera að spila hann, ekki með of miklu svona, vinnreit eins og en já, ég veit ekki alveg, hljóta að taka Jinx fyrir vélstjóran og þá ég að búast við einhverjum enchanter með það aðeins svona að koma á móts við þetta pot. Já, það áhugavert að þeir sé að velja svona sikkorar stöðurnar og hvernig það mun hafa áhrif á næsta bannfasa. Svo já, spurning, snákarnir geta svarað í miðjunni, já, og gera það. Eitthvað til að vilja ekki vera bannaðir út en meira. LeBlancin hans Legions að fara að mæta á kortið. Já, sem var bönnuð í seinasta leik, þannig Legions bara mjög sáttur að fá hann í gegn núna. Hugsanlega þau núna að fara svolítið að beina meiri bönnum á aðstoðarmannin. Vind það getur spila margt, en þeir ætla bara að halda áfram að banna hann út. Taka gnarrinn á honum. Já, það svona meikar að vissuleiti sensleika út af því að allar svona enchanter supportanir sem eru eftir til að para með Jinx svona dálítið svipaðir. Þannig það kannski meikar ekkert endilega sens að banna eitthvað sérstakann. Þú veist, þú ert búin að taka út Lulu sem kannski sterkasta. Það mikið rétt. Svo þau kannski ætla bara að halda áfram með þetta að banna út eitthvað sem Vind getur tekið og tekið yfir leikjum með gnarrinn. Kannski að vel Renekton eða eitthvað bann. Já, það vilja ekki vera með Morgununni. Nei. Kannski að Fenrir að fara að banna bara svolítið af sósu skrýtnu hetjuvölunum. Gæti komið Brand líka.
Já, mér finnst að það alveg góðar líkur á því, sérstaklega bara eftir því, bara hversu ótrúlega vel Sosa spilaði í seinasta leik, sérstaklega við að halda Vélstóra Víum niðri. Ólaf bannið á Wind, þetta eitthvað sem hann hefur tekið einmitt, sem getur virkilega tekið yfir leikjum. Góður Ólaf í toppakreininni alveg mjög erfitt að bara stoppa yfir höfuð, en nú beinist bannið á toppakreinina, vil ég ekki lenda búti Orn hérna, eitt af þessum svona sterkari topphetjónum. Já, ég held að bæði liðin gætu notið mjög góðs af champion eins og Orn, þetta bæði svona með alveg ágætlega scaling champs. Lee Sin Hover hérna. Þetta eitthvað svona, fyrir langar löngu, þá einmitt var svona, wow, Sosu Lee Sin. Ég hef ekki séð hann spila Lee Sin mjög lengi, þó ég veit að hann gerir það alveg ennþá af og til. Svo það verður spennandi að sjá hvað hann getur gert hérna. Algjörlega. Ok. Og kannski bara hérna doldið að svara Lee Sin og bara svona hversu öflugur hann getur verið. Þú veit bara, látið bara hlaupa út allt. Aðeins svolítið að hjálpa Dresinni hérna á móti Sosu með góðu barndavali, en nú kemur stóra valið sem það að fara að vera Wind. Já, Wind fær loksins hetju og það bara Renekton. Einmitt, Svo þú giskaðir. Renekton blinda valið mjög gott. Geta ekki bara tekið Quinn á móti svo eitthvað leiðilegt. Ekki gera það. Það kannski Jace. Það bara graggast. Ok. Eitthvað svona ekki leyfa Renekton að komast á undan. Graggast mjög svona stoppar það mjög vel. Svolítið leiðilegt að vera á móti þessu. Og já, þetta lane verður líklega bara 0 kills og hérna ef þetta fer eins og klassísk Gragas lane. En þetta verður held ég mjög spennandi leikur. Við erum með dálítið svona klassískari championa kannski hjá Fenrir og mjög mikið svona öfluga svona pick championa og sérstaklega í early game hjá snákunum. Þannig ég svona ímynda mér að þetta verður dálítið svona, ég held að verði mikið barist í þessum leik. Þetta verður örugglega mikið tempo og mikið að gerast. Allavega þarf líka að passa svolítið upp á að það gerist ekki eins og í senasta leik að Vélstjörnum verið eftir á. Þetta Jinx, þetta annars svolítið svona seinna carry í leiknum sem má ekkert vera 0-4 á 15 mínútum, alveg alls ekki. Nei. Og það einmitt með bardinn, þá þarf það að passa virkilega mikið upp á það. Það ekki bara endalaust verið að hendi í dífu. Já, akkurat, og maður getur svona alveg ímyndað sér að Corki, LeBlanc og Lee Sin séu bara með augun á þessari Jinx og bara drepa aftur og meðan Bard eitthvað að, þú veist, dansa einhverstaðar annars staðar. Þannig Fenrir þurfa alveg að spila þáttið með svona vitandi það að gefa Jinx einhver svona boost, einhverja vernd. Ward control verður örugglega mjög mikilvægt þar sem að bara, þú veist, já, þessar hetjur hérna hjá snákunum geta bara svona hoppað og skoppað dálítið svona út úr vision og framhjá vision yfir veggi og á þessa Jinx sem á mjög erfitt með að sleppa frá svoleiðis. Mikið rétt. En það verður líka kannski að tala að við erum með einmitt Nocturne og Oriönnu sem svolítið svona kúlu skuttlarinn hérna. Hann bara flýgur einmitt inn í liðið með kúluna. Þrátt fyrir að kúluna alltaf ekki með endalaust range, þá hjálpar alveg virkilega að komast að þeim. Þurfa snákanir að vera svolítið svona tilbúnir einmitt fyrir það í teamfights. Nákvæmlega. Það verður gaman að sjá að núna erum við komin inn í leik 2 Fenrir á móti snákunum. Verður mjög áhugavert að sjá hvernig þessi leikur fer. Sjáum einmitt save hérna með graspið á Graggasinu sem þýðir einmitt að þetta verður svolítið hægt hérna í toppakrein. Já, og báðar topphetjunar bara með teleport frá byrjun eru ekki endilega stefna á mikinn hasar.
Og sama má reyndar segja í miðjuakreininni, það hafði ekkert verið svo óvenjulegt að sjá hérna Ignite á þessari LeBlanc. Mitt og Gubbi hérna aðeins að pota í Legions. Þarna það samt að passa sig svona eins og seinna meir Legions mun gera alveg helling af skaða. Og erum við svolítið að bara já, hann kemur hann inn, 12-appið, tekur helling með þessi Electrocute proci. Já, og langar líka að benda á að hérna, Bard líka með Electrocute sem svo sem ekki þetta óvenjulegt en hérna, verðt að benda á það samt, þannig hann alveg doldið að stefna á að gera doldin skaða í þessari lane. Það einmitt það að hann ætlar að vera ekki einhver svona, hvað að hitta hann, Guardian, skjöldur og nálægt einhverjum, hann fer bara í skaðan. Einmitt, eða jafnvel sumir taka spellbook á Bard. Það reyndar líka mjög skemmtilegt. Það svona meira flip, svona playstyle að gera bara allt og alls konar. Einmitt. Þetta heitir á Hóis aðeins svolítið að íta núna skósunum undir turnin hjá vélstjóravíum og kjötinu. Já, eru að setja doldin þrýsting á botnagreinina hérna hjá Fenri. Þannig svona, sem maður svona býst að mörguleiti við, það ekkert svona, já. Einmitt. En mér sýnist að það eru smá tæknilegir örfileikar hérna við einmitt eitt af spilarunum sem þýðir við erum komin tilbaka hérna á skjáinn. Við erum komin aftur, já, mjög óheppilegt. Sýnist að Hóis einmitt í einhverjum vanda með netið sitt eða eitthvað þannig, svo við fáum bara að horfa á hérna hvernig leikurinn búinn að fara. Við erum ekki búin að sjá mjög mikið, en... Nei, já, bara svona skemmtilega spekulering, já. Hugsun einmitt með hvernig Sós að fara að spila þetta, seinast var hann að fara bara beinlínis á botnagrina, eða eitthvað sem hann ætti kannski að reyna aftur, þar sem þetta einmitt svolítið svona, já, Korki og Karma íta Jinx undir turnin svolítið illilega þarna. Já, og hérna, ég held að fari kannski líka dálítið eftir því bara svona hvar kjötið og hvað hann að gera. Út af því þú vilt heldur ekki vera í þeirri stöðu að þú ert Sósa að reyna að dæfa og bara drepa vélstjóravíum endalaust og að meðan bara kjötið að hjálpa Drésinni að taka öll objektífin í leiknum. Það væri heldur ekki gott, sem ég held að sé kannski aðeins meiri hætta á í þessum leik frekar en í seinasta, út af því að Nocturne miklu sterkari champion heldur en þessi Shen var, og Bard á líka miklu auðveldara með að aðstoða með að ná picks og með að ná objectives miklu meira heldur en Milio var. Hann bara svona, já, hreyfanlegri, getur búið til tunnels og bara, já, bara svona miklu sveigjanlegri svona stuðningssetja. Þetta allavega allt öðruvísi val hérna og þetta ekki að fara að vera kannski jafn létt fyrir Sósu að taka yfir leiknum eins og hann gerði seinast. En það allavega eitthvað sem hann að fara að reyna líklegast einmitt með þessum Lee alveg þekktu svolítið fyrir svona snemmri skaða heldur en seinni eitthvað. Og Algjörlega. Getur alveg gengað, en þú líka svolítið að horfa til einmitt level 6 hérna. Það Nocturne og það einmitt að fara að vera Lee sparkið sem gerir alveg heilan helling. Já. Og kannski líka sérstaklega fyrir Fenri bara oltinn hjá Dréson og hjá Gubba Fitness, þessari Nocturne og Orianna, það verður líka mjög spennandi að sjá. En við erum komin aftur inn í leikinn. Mistum bara af einhverjum 7 sekúndum, svo það gerðist ekki neitt spennandi á meðan. Sjáum kannski aðeins, Sósa komin í botnagrinn lækinn. Já. Og til að byrja með þá eru skóminni bara svona speglaðir. Nocturne líklega ekkert að gera neitt svo mikið á toppliðinni en... Seifur orðin ágætlega ár, vindur líka, samt með alveg stórt Fury bar hérna. Hoppar hérna inn, sjáum hérna hjá Seifur notað.
Já, og Sosa kannski að reyna að koma hérna dálítið að baka við á þess að toppagna en þeir vita samt af honum. Sosa er hérna að fara á Dresson þar og byrja að hreyfa sig þar sem Vindur er í smá veseni. Hann leiftar sér á hann sem er kannski að vera nóg. Seifur næra rétt fyrir burtu. Fyrsta blóðið ber á Sosu. Mjög vel spilað samt hjá Vind sem var virkilega að reyna að ekki vera slammaður af bumbunni hjá Gragas. Þetta var mjög nálagt og skiptist þarna á lyfturunum en snákarnir höfðu betur í þetta sinn. Sama saga hérna í byrjun leiks líka vélstjóri og kjötið með 100 líf eftir og þurfa bara hreinlega að fara tilbaka heim til sín. Já, virkilega óþægileg staða hérna fyrir botnagreinina hjá Fenneri. Vélstjórinn er orðinn svo lár. Það var leiftur í boði hjá Redside heitir hérna. Er þetta alveg gríðarlega erfið staða fyrir vélstjórinn eins og er. En þeir ná að hörfa núna, eru vissulega á eftir í skósvinum. Sjá hérna Vind gera slaðska, núna þarf hann að passa sig. Seifur með últi í boði, ekkert últ fyrir Vind ennþá. Þarf bara þennan minjun hérna, þetta kemur það. Aðeins svo mikil vegalind á milli hérna. Það getur ekki verið að fara að dýfa hérna. Ég held að það væri aðeins of mikil áhætta, það væri mjög tæft sko, en Kjötið mætt hérna. En þetta er mitt LeBlanc með 2,5 uppi. Þetta er bara að hoppa í burtu. já, hún er ekkert eitthvað sérstaklega hrætt við hennan barn. Kjötið er að lappa beinustu leið hérna inn í Hóis og Sosa er svo að taka hérna drekana meðan, er að fara að vera fylgja, já, Sosa nær hérna Drápi. Og er þessi leikur komin í svolítið vonda stuðanda Fenrir. Já, við byrjum hérna aftur með 2-0 Sósu. Í þetta sinn bara á Lísin. Sama saga, ólík hetja, en Og það er vaxandi á... Legions nær rétt svo að taka niður Gubba hérna með bara 100 líf eftir. Já, 3-0 fyrir snákunum eins og er. var einmitt að fara að benda á að það væri komin töluverður skósveina munur hérna í miðju og botnagreinina fyrir snákana og já, þá kom bara Legions að stækka gullmunin en meira en Vind í dálítið vondumálum kannski. Gæti verið allt í lagi. Dresson er komin í það, náðu þessu ágætlega léttilega og núna þarf þeir að passa sig á Sosu sem er mættur hérna, er með ult í boði líka, en Vind er mjög sterkur hérna. Komið allt lífið sér tilbaka. Renekton últið að gera alveg helling fyrir hann. Já, og hérna þrátt fyrir báðir topplunar eru 0-1 en Vind er með svona, já, er með 61 farm á móti 44 hjá Seifi, þannig að hann er alveg í svona topp-agreina svona hugafari þá er Vind algjörlega að vinna þar. Meðan eru að sjá vélstjóra og kjötið bara í ákveðnu helvíti hérna. Þar sem þeir eru missa mjög mikið og eiga erfitt með að komast eitthvað tilbaka. Við erum að sjá hérna 48 á móti 76 skósveinum. Já, þeir eru ekki alveg að spila leikinn en eru ennþá að halda allavega vélstjóri við er ennþá búin að ná að halda í lífið sitt sem er svona, það er eitthvað, það er betra en ekki neitt. Betra heldur en að vera að deyja í sífellu. Og svona sem Jinx þá býst alveg við því að vera eitthvað eftir á. Þetta er kannski dálítið mikið meira eftir á en er þægilegt. En það kemur í ljós á meðan tekur Sosa bara makkana. Vélstjóri nær rétt svo að taka niður, Redside heitir hérna meðan Hóis var í burtu en þarna kemur einmitt Hóis.
Já, og Karma getur algjörlega að drepa það núna ef hún hittir allt Q. Leiftur þurfti að vera notað hjá báðum. Mjög vont, þar sem við mitt skósennar og vondum stað, þar sem Hóis getur bara haldið öldunni. Já, og það er mjög óþægilegt að vera Jinx án flash. Gubbi núna takar svolítið skaðinn að sjá þetta kombo hjá Legions. Við erum að sjá stóran levelmun líka hérna í miðjunni. Allavega heilu á undan. Og Legions með þvílíkan þrýsting á þessari Orionu. Og örugglega bara stutt í að við förum að sjá hann bara, já, byrja að herja á restina af liðinu hjá Fenrir líka. Kjötið mætt í miðjuna. Þarf að bíða eftir að 2 Legions er notað. Þannig kemur það og Gubbi er í mjög vondri stöðu hérna. Báði skóamennir hérna í svona topp megin á kortinu. Spurning hvort þeir séu að horfa aftur topp. Já, það kemur einmitt Dresson hérna, er últa í burtu hérna, er núna samt býraður hérna. Dresson þarf að passa sig, þar sem hann kemur Sosa og þau fá að kalla baki úr þessu, en Seifur er að missa alveg helling. Já, þetta kemur Seifi í rosalega óþægilega stöðu. Hann er nú þegar 30 CS eftir á, deyr hérna og missir af fleiri skósvunum og já, platingsmunu falla. Og Wind bara rosalega sáttur með þetta. Já, og er alveg klárlega að koma sterkur aftur inn hérna fyrir Fenrir, en það er samt 2 skuldmunur fyrir snákana. Mikið af því einmitt hérna á Sosu og svo líka Legions með mjög mikið gulli hérna bara í skósveinum og einmitt þessu drápi. Og núna getur Vilstur verið í smá vanda hérna þar sem þeir eru að hrynja á hann hérna. Þetta var vond. Spurning hvort Hóis er að horfa. Er að setja niður ward, spurning hvort þeir óttast eitthvað gang. Hann kemur. Já, en annari stöðu hefði þetta Bard Q gert alveg helling, en mjög erfitt að berjast hérna við bæði Hóis og Redside heitir hérna. Þeir náðu hvorki áðan út af að Hóis var einhvers staðar í burtu. Og við erum í smá pásu. Það er búið að vera mjög skemmtilegt hjá okkur hérna í kvöld. Við erum í myrkrinu og núna kemur ljósið. Já. Það sem við erum búin að sjá núna alveg mjög vel spilað hjá snákunum enn og aftur. Algjörlega, og Fenrir er strax komin í dálítið óþægilega stöðu með bara svona hvernig þeir koma sér aftur inn í leikinu. Minna það er bara 2 skuldmunir í augnablikinu. Þeir eiga alveg góðan sjens og þeir eru með Jinx sem mun skeila. Það er vissulega að vera að ýta henni í burtu bara aftur og aftur og aftur, þannig það er ekki skemmtilegt, en hann er að halda sér á lífi. Hann er með 1 kill. Einmitt, það er svona allavega góða við það. Hugsunin er bara hversu lengi getur hann haldið sér á lífi og hversu mikið af skósinu þarf hann að fórna fyrir það. Þessi Bard er ekki að gera jafn mikið maður myndi vilja í svona byrjun allavega hana. Er svolítið bara fastur hana að einmitt hjálpa vélstjórnum að vera lifandi. Já, þetta er rosalega synd hvernig svona staðan er að bara við erum með Bard sem vill vera bara að hlaupa um allt að gera alls konar, en hann getur það bara ekki út af því að ef hann skilur Jinx eftir þá deyr hann. Og það væri hrikalegt, en hann er samt eiginlega ekkert að halda honum sérstaklega vel á lífi. Nei, þeir eru báðir bara búin að vera að missa endalaust af lífi í byrjun leiks og það er spurning hversu lengi þetta er að fara að endast. Korki er svona bráðlega að fara að gera það mikinn skada að geta bara hreinlega sprengt vélstjóran og kjötið, en það verður bara að, en við fáum allan ástæðan á bakvið þessa pásu sem er hérna að Redside heitir datt úr leiknum, þessar Korkiinn, sem bara gerist. Það er einhver að, klippa á netsnúrunum hjá öllum spilunum hjá snákunum. Einhver hjá Fenrir kannski. Rosalegir, tæknilegir rúðleikar hérna í dag. Það er bara lítið sem við getum gert í því miður, en er alveg gott að það sé ekki, sami spilarinn, held ég. Já. Ég held það sé
betra. Þetta botnakrin allavega. Já. Báðir saman í þessu, Hoys og Redside Hater. Já, skiptast á. Svo það bara flott, en þetta hlýtur ekki að vera of lengi, hugsa ég, þar sem við vonum það. En hvað svona sem Fenrir getur gert? Við erum að sjá kannski Vind allavega að vera frekan sterkan svolítið, allavega í byrjun. Já, ég held að það sem Fenrir vill gera væri bara að ná einhverju svona mjög góðu tímfæti, nota þetta bara svona Nocturne-altið sem bara mjög öflugt, nota það helst, svona ímynda mér bara, þú veist, ná bara að spila allir saman, fá Jinx, fá hana bara prokka passivið sitt og verða spennt, bara verða excited og bara byrja að hlaupa og drepa það. Mér finnst að vera svona stór snjóbolti sem að byggjast upp í leiknum og hann getur svona, hann hallar svona meira fyrir snákana, en hann gæti alveg líka bara snúist í hina aftuna og þeir eru alveg með svona góðan möguleika bara að snúa leiknum alveg við. Einmitt. Ég svolítið svona fyrir hönd Fenrir svolítið svona hrættur við hvað Legion sem byrjar að gera mikið skaða hérna. Gubbi Fitness búin að vera mjög sterkur spilari í svolítið erfiðleika hérna á móti LeBlancin hérna sem Legion að spila. Það bara erfitt að horfa á þetta. Já, og ef ég væri að spila Jinx þá væri ég mjög smeyk við þessar LeBlanc og við þennan Lee Sin að þau séu bara að fara að koma og bara hoppa á mig og bara taka mig úr leiknum samstundis. Þannig Fenrir þarf alltaf að spila vel í kringum hvar þessar ókvæðilegu hetjur eru og hvað þær eru að gera. Já, það einmitt CS munurinn í miðjunni ef við hugsaum út í það. Orianna var einmitt með 75 CS á móti 111. Það alveg ágætlega slæmt hérna í blá byrjunni, meira sem fyrir svona Oriannu sem svona ágætlega góð einmitt í að farma og halda sér svolítið svona á lífi. Akkurat. Orianna samt svona, hún samt alveg þannig hetja að ef hún nær einu góðu olti, það getur bara snúið öllum leiknum við og bara getur algjörlega bjarga leiknum. Já. Við getum líka að tala hvernig í topp akreirinni þá einmitt Vind svolítið að bara vinna, myndi ég segja, komið smá gullmun allavega. Já, og einmitt við erum komið með statistíkina komin upp, það með 30 CS munir á Renekton og Gragas, en Nocturne og Lee Sin þeir eru svona nokkurn veginn jafnir í CS tali, en Lee Sin með 3 kills á móti bara 1 hjá Nocturne. Erfitt fyrir einmitt svolítið að Lee Sinin og Sosa einhvern veginn alltaf bara komið 3 kills í byrjun leiks. Það einhvern veginn alltaf þannig. Já, og bara svona sérstaklega óþægilegt að vera einmitt einhver svona veikburða Jinx að þurfa að spila á móti mjög fett junglerum. Það bara svona, og sérstaklega þú ert ekki með lyftur í boði. Einmitt, við erum með staðan á vélstjórunum 66 CS. Ekki mjög fallegt, ég verð að segja það svolítið erfitt einmitt þegar sem við vorum á móti alveg svolítið mikið af öldum á undan þér. Við erum að sjá náttúrulega hann bara undir turninum, en gefum það, hann ekki múin að deyja einu sinni. Það vissulega mjög vel gert, en Legions ekki búin að ganga bot. En þá, þannig þú veist, hversu margtækt þetta? Það svona spurning út af því að það gæti alveg vel verið að þeir byrja líka bara eitthvað teamfight og Legions býður í einhverjum runna og svo bara stekkur á Jinx leið hann reynir að gera eitthvað og tekur hann algjörlega út af leiknum. Ég hugsaði mitt að ef að kemur bara Q12 frá Legions á vélstjórun, það verður ekki meiri Jinx. Nei. Og gullmunurinn eins og alveg, ég held 2000. 2000 ekki mikið, vill ég meina, með að við hvað við sáum í seinasta leik. Svo það alveg klárlega meiri séns fyrir Fenrir núna. Algjörlega. En Fenrir þarf kannski svona að vanda sig töluvert í hvernig þeir spila þetta og passa að snákarnir verði ekki
það mikið meira sterkari, en leikurinn hafinn á En þeir ætla að kannski. Jú, þeir stoppuðu bara í smástund. Já. Sem bara mjög flott. Já, en Vind hérna tók save niður bara allt og núna kemur Raketa. Snákarnir að taka dreka. Sósa ætla bara að græja þetta. Loftur tekinn hérna fyrir snákana og Þrésson og kjötið, veistu, það seifur sem að fara lagður í einelti þennan leik. Hann últið nota sem mun ekki gera mikið, þar sem engin turn, hann einmitt stóniðasöður og Vind ætla svo sannarlega að ná sér í auka dráp. Á meðan erum við að sjá að vélstjórinn bara í góðri stöðu, það enginn kominn. Hann fekk að farma, en Sósa kominn fyrir aftan, þeir vita af honum, en ég held að sé of seint. Ég sá einmitt Sósu ekki fyrir aftan og svo bara allt í einu henta hann í eitthvað wartop og já, vélstjórinn að fara að tekið niður, ætla að reyna að gefa Hóis þetta en Redside heitir tekur drápið. Já, við erum komin með portalana hérna sem fylgja kortinu sem tæknir kemur með. Þannig, já, ennþá auðveldara fyrir svona hopp og skopp að eiga sér stað hérna. Sósa nýtti þetta tækifæri bara rosalega vel og ég meina vélstjóri en ekki með leiftur í boði, þannig já, erfitt fyrir hann að gera nokkuð skapaðan hlut í þessu. Sjáum save komið Rotovages sem að fara, já, leyfa halda svona, kannski vera hann aðeins örugari eftir hann komið þetta, en kannski ekki, við sjáum nú bara til. En sjá Redside heitir taka fyrsta turnin og það bara sama saga hérna með það og hann orðinn frekar sterkur en ógeðslega lársamt. Seifur kannski aftur í smá vandræðum þar sem Vind og Þrésson aftur mættir. Hugsunin hérna líklega að spara að tilta greið Seif. Já, 0-4, 87 Sósa mættur og þetta kemur svo flott. Vissi að hann var að fara að hendi leiftur. Þetta var fallegt. Sósa að eiga stórkostlegan leik enn og aftur. Já, og klárlega ennþá með taktana á Lísin alveg á hreinu. Eitthvað sem gleymist víst ekki, þar sem hann 4-0 eins og og svolítið að hlaupa kortið, algjörlega. Já, og munurinn í gulli að nálgast 3000. Legions að fara að vera 2-5 í boði, já, hann kemur í gegn, samt kannski ekki vera nóg. Redside heitir komið í bakið hérna á hann, Vindur að taka smá skada, ekki með neitt hérna, Gubbi kominn með smá skjöld til að halda hann á lífi. En þarna sáum við hérna Vind og Legions takast aldrei á tvo svona sterkari meðlimum úr sikkur liði og Vind bara kom þokkalega vel úr bara, já, úr þeirri svona þessum litla bardaga. Einmitt og hvort það helst áfram, Vind náttúrulega með mörgtrætt sem mun hjálpa smá í bardaganum við Legions hérna í hliðalínunni setja meir eða hvort að þeir mun að mætast eitthvað yfir höfuð. Meira en Vind allavega náðu að halda sér á lífi á móti Redside heitir. Já, og botnagreinarnar farnar að vera hérna í miðjunni. Spurning hvort það verði slagur yfir Skelrúnu. Þarf allavega að reyna að fá smá vort hérna frá Fenrir. Ætla bara að byrja, kjötið svona eitthvað aðeins að fylgjast með en ég meina hvað ætlar einn barð að gera. Þrésson með allt í boði. Þrésson þekktur fyrir að stela. Hvort að hann vilji henda lífi sínu fyrir það, veit ég samt ekki. Ein Skelrún ekki að fara að vera nóg til að henda. Nei, og hérna líka svona leiðilegt, eða svona erfitt með Nocturnal að hann alltaf þarf að vera með vision af þeim sem hann ætlar að hoppa á sem að hann var bara held ég bara ekki með til þess að stökkvinna reyna að stela Skelrúnu. Nei, það hefði þurft að vera eitthvað að klikka frá kjötinu að hlaupa inn með honum en það varði ekkert úr því og já,
Sjá nú að Gubbi á móti save þar sem Vind og Legions mæta þá í bot A-greininni. Já, og kjötið hérna daldið að fylgjast svona smá með öllum. Reyna að, já, gera eitthvað hérna. Drekinn mættur, kjötið á, já. Fallegt barð portalina en núna það einmitt þriðji drekinn sem mun gera, já, næsta drekabardaga mjög mikilvægum fyrir Fenrir ef snákarnir ná þessu. En Þeir ætla allir að berja. mættir, Seifur í topp, hann að teleporta inn. Mjög fallegt ult en var kannski ekki alveg á rétti tímasetningu þar sem það kemur ekki damage í gegn. Hóis hérna að reyna að halda Sósu á lífi hérna og það sprengt upp Gubba Fitness hérna. Hann var ekki talað saman fyrir þennan bardaga og þurfa þær að hörfa núna þar sem Dresson hlýtur að detta niður líka. 3 meðlimar og núna 4 ásamt vélstjórunum og það Seifur komið á kjötið sem þýðir að það gæti verið bara útrýming á Fenrir hérna. Alveg klaufalegur bardagi hjá Fenrir. Þetta var rosalegt. Legions bara spilaði þetta rosalega vel, var mjög þolinmóður og náði bara að slátra Gubba Fitness á yngri stundu og já, ég held að snákarnir séu bara sjúklega sáttu með þennan bardaga. Einmitt, þetta var erfitt, einmitt kjötið með þetta bardöld, ekki tala saman hérna við Dresson og svolítið eyðilaði fyrir Dresinni hérna. Já, og Vind líka, það var svona Alveg, þurfaði núna aðeins svolítið kannski anda meira sem bara eftir þennan bardaga, svolítið að passa sig. Núna einmitt erfitt að komast aftur inn í leikinn. Já, og þessi bardagi var einmitt líka bara dálítið erfiður fyrir Fenrir út af þeir voru ekki með neitt vision á pittinu eða á rununum hann í kring, þannig þeir voru dálítið að hlaupa inn blind og kannski líka bara erfitt að plana í kringum svoleiðis. Einmitt. Nú getur kjötið kannski verið í vanda, Sósa að elta. Ekki neitt í boðin, sýnist að snákarnir vilja svolítið taka hennan topp turni hérna. Það sem Sósa og Hóis hérna að reyna að fara að dýfa kannski Vind. Hvort að þeir geta gert það samt spurningin. Sjáum Dresson og Gubba að mæta hérna, gæti þeir reynt að ná einhverju hérna. Þetta bardagi sem þeir gæta kannski unnið en í svolítið flöskuháls hérna, nær engu með þessu bardöldi og þeir eru orðið mjög lágir sem þýðir að það gæti komið einn Legions og á þetta. Sósa gæti verið tekið niður hérna af Dresson og Vindi og þetta núna vélstjórinn að gera einhvern skaðina við Hóis, slóaður en núna Legions komin í baklínuna og tekur niður kjötið. Vind ennþá á lífi en Redside Hater og Legions líka sem þýðir að það nóg skaði í boði fyrir bæði lið. Legions búin að nota ultið sitt en þetta rosalega erfið staða fyrir Fenrir hérna. Sjáum líka save á meðan bara vera að taka turnin í botn A-grein og þar Vind að hörfa. Mjög vont hérna missa Hemil turnin. Já, og Fenrir klárlega hérna að reyna að krafsa eitthvað. Vind rétt svo ekki að fara að ná þessu. Þar Vind að leiftar sér yfir vegginn, Redside Hater að elta. Samt ágætlega fljótur og Dresson þetta með honum með vélstjórnum. Redside Hater að lappa inn í gildru. Það þýðir að hann að fara að detta hérna niður. Redside Hater fallinn. Og það shutdown fyrir Vind hérna. Vélstjórinn þarf að passa sig hérna. Vind hérna með samt ennþá, hoppa bara á Hóis en það að fara að vera kannski Vind tekið niður, últaður og núna Legions mættur á vélstjóran og bardaginn heldur áfram. Þetta linnulaust hérna fram og tilbaka. Fenrir virkilega reyna að ná einhverju tilbaka af snákunum en þeir koma bara alltaf aftur og einhvern veginn gera bara meira heldur en Fenrir ná að gera. Og gullmunurinn orðinn rosalegur. Næsti dreki eftir 1,5 mínútu verður sál ef snákarnir ná að taka hana. Já og nú sjáum við gullmuninn líka alveg komin upp í 8.000 fyrir snákana. Alls ekki jafn vont og senasta leikur en að nálgast það. Við sjáum. Já og það eru 1000 gull á þessari LeBlanc hérna á Legions.
rosalegu kraftur í henni, hún bara, þú veist, gerir sjúklega mikinn skaða, þeir þurfa virkilega að vera að fylgjast með hvað hún er að gera. Matches líka komið í gang og býtur vélstjórinn nær hérna að ekki vera hittur. Dresson últaði eitthvað, hann kemur í gegn, var að reyna að bíða eftir einmitt últinu frá Gubba Fitness en var ekki boði og það núna snúið sér á save. Últ notaði hérna á Redside Hater til að halda hann í burtu og það bara Seifur sem að fara að detta niður hérna. Kjötið hoppar hérna inn í liðið og Legion sem mættur í bakið á þeim og blassar beinustu leið á vélstjóran. Vinnuna notar últið og þurfa þeir allir að hörfa. Þetta getur verið mjög dýrt þar sem að Sosa hoppa beinustu leið hérna inn og tekur niður Gubba Fitness. Næsti fellur niður, bara vind eftir. Þetta að fara að vera 5 felling hérna. Legions að bíða. Þetta ástæðan af hverju þú hleypir ekki þessum manni á LeBlanc. Vá, þetta var rosalegt. Þarna já, sýndan af hverju þú bannar LeBlanc á honum. 12-0-1-25 stacks á Medjais. Ef hann var ekki sterkur nú þegar, þá hann það núna. Já, og byrjaði bardagan með 10 stakka, pentakill. Þetta eitthvað sem þú vildir ekki ef þú værir Fenrir. Sjáum hann hérna með þeim 4 mjög sterk item. Hann vantar bara 1 Rabadons hatt á mannin. Nú sjáum hann hérna vera að fiska eftir einhverju. Og þetta algjörlega leikurinn hans Legions í augnablikinu. Sjá hérna skada Dresson missi bara helmingin af lífinu hérna. Ef hann verið einhver annar og hoppar hérna á einmitt save. En Legions orðin það sterkur að vonin hjá Fenrir hlýtur að vera að detta niður. Vind hoppar hérna inn til að reyna að stoppa þessa ásókn hérna á hennan turn. Og á meðan Sosa að drepa Gubba Fitness í botnagrinninni. Erfitt fyrir hann hérna, alveg hugsanlega. Komin upp í 11.000 gullminn. Sjáum vélstjórinn hérna að taka svo mikið skaða. Hissa hann dó ekki bara þarna. Últ svífur gegnum liði hjá snákunum sem baróninn hlýtur bara að vera tekin hérna. Já, ekki neitt sem Fenrir geta gert í því ekki einu sinni með Nocturne allt í boði, ekki það að þeir ætla að reyna. En þetta farið að líta svona smá út eins og leikur sem snákarnir ætla bara að taka en þeir ekkert að flýta sér alltaf mikið. Kjötið hvarf. Já, var kjötið á skjárnum? Ég ekki alveg viss. Þannig að var ekki... Já, þetta tók örugglega minni en sekundu að láta hann hverfa. En núna Dresson mættur aftur til að hjálpa vini sinu Vind. En í þetta skipti gæti að vera svolítið erfitt að taka niður einmitt tank. Graggasinn með Frozen Heart til að einmitt stoppa þessa árás á sig. Sjáum þá gera svo lítinn skaða. Þau þurfa í raun bara að hoppa á hóis. En Redside Hater mættur á svæðið og Vindar að leita sér í burtu. Já, og má ekki heldur vanmeta þennan hóis. Ég meina 1-0-13 búin að vera að spila rosalega vel. Kemur þarna inn með seifi og... Við erum að sjá turnana hægt og rólega falla. Vélstjórinn þarf að gera eitthvað bara algjört kraftaverk til að reyna að halda liðinu sínu á lífi. Vind hérna últaðir inn og hann Legions núna mættur. Ætlar hann að láta kjötið hverfa aftur, svo sannarlega. Og þetta hlýtur bráðlega að vera leikur þar sem Baron skósennir að herja á heimastöðar Fenrir. Já. Býtu nú við, öltið kemur hérna á. Redside Hater, Legions bara að beisa. Smá flip hérna þar sem Redside Hater tekið niður. Sosa gera svona helling skaða hérna. Og Legions mættur sem þýðir að stóri skaðinn
er að fara að vera gerður hérna á eitthvað að þeim. Lítions getur sprengt hvert sem er upp eins og er. Kjötið samt mætt. Þurfa kannski að passa sig. Últina kemur alla svo, kemur risa sprengja með tvöldafær frá honum Lítions. Nexusið er að detta niður, vind rétt svo lifandi, svo það flýgur hérna inn í brunnin þeirra. En það er ekki mikið sem Fenrir getur gert hérna. Það sem vonið þeirra af Finals eru horfnar. Þetta var ótrúleg viðureign og eins og þú sagðir, 2-0 fyrir snákunum. Já, ég náði veðmálinu mínu. Ég var samt eiginlega ekki að búast við að ná því. Það var bara, en þetta var rosalegur leikur og Lítions alveg ótrúlegur. Þetta var mjög vel spilað hjá honum, þetta var mjög vel spilað hjá Sósu. Það er bara spurningin, hver er MVP fyrir leikinn og svo viðureignina? Já, ég held að í þessum leik Lítions 100%. Þetta var svo fallegt. Alveg bara, svo góður, svo bara stóð svo ótrúlega vel og bara var svo þolinmóður með hvernig hann spilaði þetta og bara, En svona fyrir viðureigna, ég hef alveg vill að mitt valfell til Sósu, hann spilaði bara mjög vel, báða leiki, stjórnaði fyrsta leiknum algjörlega, en ég held að fyrir viðureignina, hann var svona lykil maður alveg til að allavega byrja snjóboltan hjá þeim. Já, algjörlega og ég er 100% sammála því að Sósa er MVP fyrir viðureignina í heild sinni, bara, kom snjóboltanum fyrir liðsitt rúllandi af stað og bara stóðst líka ótrúlega vel í þessum leik þótt að Lítions hafi náttúrulega verið kannski alltaf stjarnan en var líka alveg ótrúlega flottur í þessum leik hérna. Og við sjáum þá snákana upp á skjánum. Og þeir eru að fara leiðinni beinustu leið í Finals sem verður sýnt einmitt 11. Á laugardaginn þá eftir meir en viku, ekki páskarfríinu. Og það eru spennandi að sjá það og vera einmitt að móti Viski í þessum loka bardaga fyrir fyrsta sætið í Kia-deildinni. Það verður örugglega bara rosalega leikur. En þá held ég að ég ætla bara að segja þetta gott í kvöld þar sem við sjáumst á næst laugardaginn 11. apríl. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.